Já, ég vil nú byrja á því að bjóða ykkur velkomin á þennan blaðamannafund og hann tilkomin vegna þess að hér ætla að fulltrúar frá ISOR að kynna þá skýrslu sem þeir eru búin að vinna að núna frá því í haust en ég bað að hún í gerð vegna þess að ég hafði áhyggjur á og hef áhyggjur af stöðu hitaveitna en við tökum þær sem algjörlega sjálfgefnu og það alltaf ákveðin hætta þegar að við tökum hluti sem gefnu að þeir glatist en við nú svo sannarlega ekki komin á þann stað en hins vegar ég mjög ánægður með þessa vinnu og ég hlakka til að fylgjast með þessari kynningu og vil bjóða Steinunni Hauksdóttur að taka við. Gjörðu svo vel, Steinunni. Góðan daginn, ráðherra, fjölmiðla fólk og aðrir gestir. Við ætlum að kynna hérna fyrir ykkur niðurstöður skýrslu sem að ISOR, Íslenskar orkurannsóknir, hafa unnið fyrir umhverfis orku- og loftslagsráðuneytið. Hún ber nafnið Hitaveitur á Íslandi, úttekt á stöðu hitaveitna og nýtingu jarðhitavatns til húshitunar. Ég heiti Steinunn Hauksdóttir, ég sviðsstjóri könnunar á ISOR og verkefnisstjóri og hér á eftir mun Auður Agla Óladóttir kynna fyrir ykkur niðurstöður úr skýrslunni með kynningu en að þessari skýrslu standa nokkrir sérfræðingar ISOR og þeir hafa mikla reynslu í jarðvísindalegri ráðgjöf og þjónustu fyrir hitaveitur landsins og ég vil nefna það að starfsaldur þessa hóps sem að kemur fram hérna á forsíðunni á bilinu 16 til 40 ár og við höfum það stundum í flintingum í okkar bransa að það tekur svipaðan tíma að þróa og þroska jarðvísindamann í jarðhitafræðum eins og að búa til gott viskí. Og ráðgjöf og þjónusta við jarðhitaleit og nýtingu jarðhita fyrir hitaveitur þverfagleg og þar þörf á sérþekkingu á nokkrum fagsviðum. Það jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði meðal annars. Nú í kynningunni hérna á eftir ætlar hún Auður að skýra aðferðafræðina við úttektina, helstu niðurstöður og þannig ætlum við að reyna að meta þar ástæður sem eru fyrir því að hitaveitur landsins í þeirri stöðu sem þær eru í dag. Og þannig verðum við öll vonandi betur í stakk búin til að bregðast við þeim aðstæðum. Og við erum í úttektinni að greina heildarsamhengið eða stóru myndina. En þar skiptir líka staðan hjá einstökum veitum máli og þess vegna höfum við gert góða grein fyrir þeim í viðauka í skýrslunni. Nú í lok kynningarinnar og líka í skýrslunni þá eru rædd ýmis atriði sem varða þörf á rannsóknum og til að auka skilning okkar á jarðhitakerfum og mikilvægi þeirra til mögulegar jarðhitanýtingar til framtíðar. Nú aðgerðir og ákvarðanir sem samfélagi stendur frammi fyrir í dag vegna orkuskipta framtíðarinnar eru gjarnan settar í samhengi við það afrek þegar landið var hitaveituvætt upp úr miðri 20. öldinni. Þar leiddi hugrekki og framsýni okkur á farsælabraut og við ættum að horfa til þeirra sem höfðu þá dug og áræðni til að taka erfiðar og umdeildar ákvarðanir. Og mikilvægt að nefna að við sem vinnum að jarðhitarannsóknum í dag, við búum að reynslu og þekkingu fyrir kynslóða. Þetta eru ómetanleg verðmæti sem sýna okkur hverju frumkvæði og þekkingarþorsti og samvinna gat áorkað, svo að nýting jarðhita yrði eins farsæl og raunber vitni á Íslandi í dag og allri heimsbyggðinni til eftirbreytni. Og ég ætla að byrja á að sýna ykkur hér eina loftmynd sem af jarðhitasvæði Veitna í Mosfellsbæ og kennt við Syðri-Reyki. Og það merkilegt fyrir nokkra hluta sakir, en helst það vegna þess að þetta afkastamesta lághitasvæði landsins. Og til þess að ná þessum árangri, þá þurfti að bora 75 holur. Og það eru samtals 57.000 metra djúpar samtals. Og það sem líka áhugavert við þetta að það eru allar boraðar fyrir árið 1980. Þetta svæði hefur síðan þá
lítið verið rannsakað til viðbótar, lítil þekking verið, lítilla þekkingar verið aflað til viðbótar á svæðinu og ennþá eru óljósar hugmyndir það af hverju þetta svæði svona afkastamikið, hvað gerir það öðruvísi og betra en önnur lághitasvæði og hugmyndir eru að þetta sé tengt Krýsuvíkur sprungusveimi og stærri jarðfræðilegum fyrirbærum. Nú þetta getur líka bentið þess þá að það séu til ókönnuð tækifæri sem við höfum ekki rannsakað og ný lághitasvæði til að finna og meðal annars í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. En nú ætla ég að biðja Auði Öglu Óladóttur að taka við og kynna fyrir okkur helstu niðurstöður skýrslunnar sem að nú orðin aðgengilega á vef Stjórnarráðsins. Takk. Já, takk fyrir þetta. Gaman að vera hérna í dag. Ef við tökum eitt skref tilbaka og skoðum aðeins svona út frá hvaða andrúmslofti þessi skýrsla spratt eða þessi plönum að fara í þessi skýrslu og þegar við hugsum orkugjafa til húshitunar þá alltaf dregið fram þetta graf sem við sjáum hér fremst á myndinni. Þetta í rauninni hvaða orkugjafa við notum til að hita hús á Íslandi. Og við sjáum ýmislegt á þessu grafi. Við sjáum til dæmis hvað hlutur jarðvarma eða jarðhita til húshitunar jókst mikið. Jarðhitin þessi ljósblái flötur og við sjáum að á 7. og 8. áratug síðustu aldar verði þessi stóra bylting þar sem að jarðhitin verður ráðandi orkugjafi til húshitunar. En við sjáum líka að frá svona síðasta hitaveitu átaki sem var síðustu aldamót, kringum árið 2000, þá hefur lítið sem ekkert breyst. Við viljum alltaf sjá framfæri á þessu grafi, við viljum að hlutur jarðhita sé eins mikill og hægt en það sem hefur líka gerst í vetur og eins og við höfum séð bara í fjölmiðlum að við erum alltaf komin í þá stöðu að vera ekki bara að reyna að stuðla framþróun eða sjá bætingu, heldur erum við í smá hættu að missa niður þá frábæri stöðu sem vorum komin í. Og það leiði varla svo vika í vetur án þess að það væri í fjölmiðlum að hitaveitur í landinu væru í vesinni. Við gerum þessa skýrslu og þegar við fórum á stað í hana þá var svona viðamikil gagnarsöfnun. Við söfnum saman upplýsingur allar reglugerðar hitaveitur landsins. Þetta eru 50 veitur sem að vinna úr 63 jarðhitasvæðum. Við notum öll gögn sem við komumst í og gögn sem eru til á Ísor og svo framvegis. Við unnum þetta í kerfi sem er kallað Georeport og rauninni kerfi sem gengur út á það að meta ákveðna þætti í starfsemi hitaveitnanna til þess að gera veiturnar samanburðarhæfar og til þess að reyna að greina hvað það sem að vantar upp á. Vinnunni lauk svo með þessari skýrslu þar sem að þessu öllu lýst og í viðauka stutt grein fyrir hverju einustu veitu og einkunnagjöf sem sú veita fær. Hérna sjáum við dæmi og hérna sjáum við þessa matsflokka sem að voru metnir fyrir hverju og eina veitu. Það jarðfræðilegt þekkingarstig, það hitastigið á vatninu, það vinnsluhæfni vatnsins, þar að segja er eitthvað efnafræðilega sem krefjandi og skiptir máli selta eða önnur efni í vatninu sem að gera þetta erfiðara. Hver afkastageta svæðisins, hvað getur þetta lághitasvæði gefið, hver staða nýtingarinnar, hvernig náttúruvá háttað á svæðinu, hvert aðgengi að auðlindinni, vegalengdir langar og þetta erfitt, hvernig vinnslusaga veitunar og svo að lokum hver eftirspurnin. Þessa 2 síðustu þætti fengum við svör við frá veitunum sjálfum, við gerðum könnun og fengum svör frá öllum veitum það hvaða eftirspurn þau eru að horfast í augu við og hvernig vinnslusagan er. Þessum þáttum var sem sagt gefin, þetta dæmi eina veitu, hún fékk þessar einkunnir, allar veitur fengu slíkar einkunnir og þá var hægt að raða þeim upp í röð. Og þetta graf rauninni allir þessi þættir súmmeraði saman og þær veitur sem fá hæsta einkunn eru þá veitur sem ekki sérstakt tilefni til að hafa áhyggjur af og eftir því sem einkunnin lægri því meiri ástæða til áhyggjur af veitunni.
En það auðvitað þannig að þessir þættir sem ég taldi upp áðan, þeir skipta mismiklu máli þegar við komið að því að meta hvaða vandamál til staðar. Og helstu vandamálin og kannski grundvallaratriði í starfsemi veitu, hverja veitu fyrir sig, magnið af vatni sem veitan getur tekið upp úr svæðinu sínu. Og þess vegna fórum við sérstaklega í það. Og hér metin forði svæðis, hvers svæðis fyrir sig, þannig að hver súla ein hitaveita og hversu mikið hitaveitan tekur úr svæðinu miðað við það sem svæði getur gefið. Þetta byggt á ýmsu. Í bestu tilfellum þetta byggt bara á miklum gögnum, langri reynslusögu, forðafræðimódeli eða líkani sem hefur hermt breytingar og vinnslu í langan tíma. Það í bestu tilfellunum, en sumstaðar þetta byggt á mjög litlum gögnum og kannski bara einni hólu eða mjög fátæklegu og þá náttúrulega skortur og þekkingu hamlandi þáttur. Við sjáum þessi orð hérna vinstra megin og við sjáum að það eru 4 veitur þar sem að vinnslan ágeng. Það þýðir að jarðhitasvæðið sýnir merki þess að við séum að taka of mikið vatn úr því. Það getur verið lækkun á vatnsborði, við getum verið farin að draga inn seltu eða slík vandamál, en jarðhitasvæðið sýnir okkur að það að gefa eftir og við erum að taka of mikið vatn. Þannig að þessar 4 veitur eru nú þegar í vandastaddar. Næsti flokkurinn það sem við kallum sjálfbærflokkur. Þá hitaveitan að taka svona það bil það magn sem að jarðhitasvæðið getur gefið. Af því við best vitum út frá þeim upplýsingum sem eru til í dag. Og þarna við leið að segja að þessar veitur, við höfum ekki upplýsingar og þekkingu á því að þessar veitur geti aukið við. Við segjum þær eru í ástandi þar sem í einhvers konar jafnvægi. Veiturnar sem eru svo lengst til hægri eru veitur sem að hafa meira vatn. Í hæsta flokknum mikil umframgeta til staðar. Það þýðir að það bara mikið meira vatn í boði heldur en verið að taka. Þetta hálfsagan og hinn helmingurinn bætist hér við og eru þessar appelsínugulu súlur hér og það eftirspurnin sem að veiturnar telja sig vera að horfast í augu við. Og já, þannig að veiturnar segja, það eru 24 veitur sem að horfast í augu við mjög mikla eftirspurn. Og þar af þessar 4 verstötu þá eru 3 þeirra að horfast í augu við meira en 10% eftirspurn. Þannig að allsstaðar þar sem að appelsínugulan mjög stór og jafnvel bara í meðalgildum, þar eru krefjandi verkefni framundan hjá veitunum. Og það kannski ástæða til að hafa í huga þó að 10% hljómikið mikið, þá getur það verið mjög krefjandi verkefni fyrir veitu að mæta slíkri eftirspurn. Hér síðasta grafi sem þetta og kannski svona, já, hér veitunum raðað í stærðarröð. Þannig að minnsta veitan, svo sem framleiðir minnst vatn, hérna lengst til vinstri og svo stækkað alveg yfir í hinn endan í Hitaveitu Reykjavíkur. Þessar svörtu lóðréttu línur segja okkur vinnsluna. Það segja, við sjáum hérna 10 lítrar á sekundu, það meðalvinnslan. Og allt fyrir neðan það, vinstra megin við það, þá veitur sem að framleiða minna en 10 lítrar á sekundu. Og svo það 10-20 lítrar, 20-50 lítrar, 50-100 og svo yfir 100. Svo sjáum við þessa ljósblá línu. Hún þýðir 100%. Og hún þýðir það magn sem að hver veita getur unnið úr sínu svæði. Þannig að þegar við erum komin upp í 100% hjá einni veitu, þá erum við búin að nýta allt það vatn sem að það jarðhitasvæði getur gefið. Grænu línurnar eru vinnslan árið 2020 og þar sem að græna línan komin mjög nálægt 100% línunni, þar veitan örugglega í vandræðum með að mæta köldum tímabilum því að notkunin mjög háð tíðafari og árstíðum. Þannig að þetta meðal ársvinnslan. Og svo lokum rauða línan og hún vinnslan ásamt eftirspurninni sem að veiturnar lýsa.
og við sjáum að það eru margar veitur sem að horfast í augu við miklu meiri eftirspurn heldur en vitneski okkar að jarðhitasvæði geti gefið Og það sem kannski líka svolítið skín svolítið í gegnum þessari mynd eru að litlu veiturnar eru fæstar í vandræðum en stærri veiturnar, stórar og meðalstóra veitur eru í vanda. Og þar segir prósentutalan auðvitað fleiri sekundulítra. Þannig eftir því sem veitan er stærri því meira magn eru að ræðum. Hitaveitunar meta stöðu sína svo í þessari könnun sem við gerðum hjá þeim að 2/3 hluti hitaveitnanna sér fram á aukna eftirspurn og telja sig eiga í vandræðum með að mæta henni. Og tæpur helmingur hitaveitnanna sér að jafnframt fram á kostnaðarsamt viðhald á innviðum og dreifikerfi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þær hitaveitunar sjáu kannski ekki fram á að geta mætt þessari eftirspurn og helstu þættirnir sem að takmarka það eru skortur á þekkingu, skortur á grunnrannsóknum í jarðhitanum. Það er takmarka framboð á bortækjum og sérfræðiþekkingu. Það er erfiður rekstur sveitarfélaga eða takmarka aðganga fjármagni. Það er flókin leyfisveitingakerfi og það er ágreiningur réttindi og leyfi frá landeigendum í einhverjum tilfellum. Og þetta var eins og kom fram á grafinu, þá er vinnsla hjá 4 hitaveitum nú þegar ágeng og 24 veitur, þar að segja 24 af 50 til tæplega helmingu veitnana sjá fram á meira en 10% aukningu á næstu 5 til 10 árum sem er í flestu tilfellum verulega áskorun fyrir veitunar. Þar að veru 9 hitaveitur sem að hafa eitthvað möguleika á stækkun samkvæmt forðafræðilegu mati en þau horfa fram á yfir 50% aukningu á framleiðslu. Og svona til ítreka þetta, þá eru áskoranirnar má gróflega flokka í þetta. Það er að afla jarðvísindalega grunna, það er kostnaði við boranir, það er viðhald og stækkun dreifikerfa og svo er það síðasti punkturinn að það er að nýta betur það vatn sem við nú þegar dælum upp. Það þarf að fara í átak til að styðja við hitaveitunar og bregðast við aukinni eftirspurn. Það þarf líka að horfa á mikilvægt langtímaverkefni. Það er hörf á heildstæðum grunnrannsóknum á sviði jarðhita og þær eru forsenda sjálfbæra nýtingar jarðhita. Þær rannsóknir eru sérhæðar á sviði jarðhita og krefja sérþekkingar og tækja sem mikilvægt er að viðhalda á Íslandi og við viljum halda þekkingunni innanlands og vera samkeppnishæf og fremst meðal jafninga. Þegar upp er staðið, þá græðum við öll á þessu. Það verður bætt rekstrar öryggi veitnanna. Það dregur úr niðurgreiðslum vegna rafkyntra húshitunar. Þetta tala beint við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar og það eru aukin lífsgæði sem felast í því að hafa aðgengi að jarðhitavatni og hitaveitu. Takk fyrir. Já, takk, mér var bara svo gaman að kynningunni að ég glemdi mér alveg. En ég vil bara nota tækifæri og þakka öllum þeim sem hafa komið að því að gera þessa skýrslu. Hún er til fyrirmyndar, hún er skýr, hún er góð en niðurstöðurnar eru ekki góðar. En þær eru þó góðar að því leytinu til að þær eru grunnur að góðri ákvarðanatöku. Og eins og hér hefur komið fram að það ber okkur skylda til þess að nýta þau tækifæri sem við erum með og við byggjum á afskaplega góðum grunni eins og hér hefur verið vel rakið og það sem við erum að gera núna byggir á þekkingu og reynslu fyrri kynslóða. Og mér finnst mjög gott í margt í þessari skýrslu meðal annars viðaukinn þar sem að er ágætlega farið yfir hverja veitu fyrir sig. Líka svona skrift á sögulega hlutanum sem skiptir máli því að við byggjum þetta eins og ég nefndi á þekkingu og reynslu fyrri kynslóða sem að unnu ótrúlegt starf og það er sem betur fyrir líka til betri heimildur það sem að ég vonast til þess að flestir kynni sér.
Því í grunni snýst þetta samkeppnisstöðu okkar og loftslagsmálin og þetta talar algjörlega inn í, eins og hér kom fram, inn í áherslu ríkisstjórnarinnar. Næsta verkefni að fara núna á Selfoss og hitta þá allt forystufólkið í orkumálum í Íslandi á samorkuþingi vegna þess að þessi skýrsla mun ekki rykfalla. Hún verður grunnur að ákvörðunum sem verður okkur öllum til heilla. En ég nota tækifæri og þakka öllum sem bæði þeim sem að horfa á og ekki síður blaðamönnum sem hingað komu. Takk og ég segi þessu hér með slitið.